Sælt eru fólkið og velkomin með mér í Glettur. Nú, hvert haldið ég sé nú komin? Ég komin inn að Kárahnjúkastíflu, einni umdeildustu stíflu á Íslandi. Nú, eftir að stíflan var tekin í notkun þá myndaðist hérna hálslón innan við. Þetta þekur yfir það bil 57 ferkílómetra og þar af var að ræða það bil 32 ferkílómetra af grónu landi. Nú, allt síðan þetta gerðist hefur verið unnið markvisst að því að græða upp land hérna á svæðinu, á Brúardölum og Jökuldalsheiðinni til þess að bæta fyrir þetta. Nú, í dag hef ég ferðast þetta svæði með hópi fólks sem bæði hefur unnið að verkinu og hefur hagsmuna að gæta. Og það hefur verið gaman að sjá hversu mikill árangur hefur víða nást. Mat bóndans er það að þetta hefur tekist í stærsta hluti mjög vel og bara ánægilegt og gaman að sjá í raun og hvað vel hefur tekist til og til dæmis eins og eitt svæði sem fórum í dag sem var byrjað á. Það náttúrulega bara sýnir það í raun og veru hvað hægt að gera við land sem var í raun og veru mjög ljótt og í tötrum áður. Það var náttúrulega komin dálítið og góða reynslu við uppgræðslu, sérstaklega hjá bændum sem voru í bændugræðalandi, það var tekið þátt í því. Og svo hjá Landgræðslufélagi Héraðsbúa sem var að græða upp þarna við Sænautarsel. Og þessi reynsla gaf okkur náttúrulega bara mjög góðan grunn í þessa vinnu. Hvað það í raun sem gerist? Þetta við áburði á örfokaland fyrst manni og svo allt í einu fer að koma gróður. Á melum þá höfum við borið lága skammta af áburði á og það hefur dugað til þess að koma náttúrunni af stað, koma henni yfir fyrsta þröskuldinn og hjálpa þeim gróði sem til og þannig að við erum bara einlega að örva kerfið af stað og reyna þá með þessum minnstum inngrípum að fá það vistkerfi sem hefur verið á því svæði. Og við þurfum að bera áburð á melum 2 ár í röð, sleppa út einu ári og bera svo aftur á einu ári og svo að fylgjast með framvindunni og fylgjast sérstaklega með myndun á jarðvegsskán sem mjög mikilvægt til þess að jarðvegsmyndun fer í gang og grípum svo af og til inn með smá áburðargjöf kannski á 5 ára fresti eða eftir þörfum. En engin hætta á að þessi gróður verði háður áburðinum að hann reynilega bara söln upp og drepist þegar hættar að gefa áburð? Einmitt þess vegna erum við að reyna að hafa lága áburðarskammta og örva þann gróður sem hvað sem á svæðinu, sem á heima þar og það eðlilegt ef maður hættir áburðargjöf að sum grös hverfa eða fölna en ef við fylgjumst með að jarðvegsskánin heldur áfram í framvindu og aðra plöntur koma inn, þá bara ferlið í fullum gangi. Við erum búin að fara núna hérna þitt umdæmi, þitt ríkidæmi í dag, skoða uppgræðslu framkvæmdir. Hvernig finnst þér að hafa til tekist? Mér finnst það að fara yfir þetta svæði með þeim fulltrúum Landbúnaðarsjóðs búið að vera alveg stórkostlegt. Enda þetta ekkert smá flæmi sem þeir hafa komist yfir. Það bara 5.500 minni mig hektaran. Þannig að það alveg hægt að taka undir það sem aðrir hafa sagt að hér hafa menn verið að framkvæma mjög góða hluti. Þannig að þetta gefur vonir að heiðin og þetta svæði geti kannski með tímanum og tekur kannski áratugi og aldrei jafnvel gróið. Miðað við það sem maður hefur séð þarna maður að sjá svæði sem maður dytti aldrei til hugar að velta einu sinni fyrir sér að fara að rækta upp. En þarna erum við í rauninni bara að sá í þetta áburði. Það ekki verið að sá í þetta fræjum, heldur áburði. Það er verið að byggja í rauninni á bara þeim styrkleika plantna sem í rauninni eða þeirra veifa sem til staðar eru í lífríkinu. Og menn að ná í lífið þetta. Sú var tíðin að barist var jarðnæði í Jökuldalsheiðinni enda landið þá þétt setið nánast hver einasta þúfa nýtt. Þó þarna gerir oft veðrin hörð þá hafði heiðin ýmsa kosti til búskapar. Munaði þar einna mest vötnin sem voru full af fiski.
En náttúruhamfarir með jarðeldum og tilheyrandi ösku og vikurfalli, samhliða kólnandi veðurfari fyrr á öldum, léku þetta svæði grátt. Gróðurinn kafnaði og fauk síðar á haf út með ösku og vikri. Búféð þurfti líka að lifa af, en þeir sem rýnt hafa í söguna telja að náttúruöflin hafi vegið þyngra í landeyðingunni en búpeningur ábúanda. Það grösugt umhverfis Sænotarsel og þar var áði skoðunarferðinni heiðina. Þar var vel gert við gesti að venju og Eyþór Guðmundsson fræddi þá sögu heiðarbílana. Hann sleit barskónum í Sænotarsel og þar bjuggu forfeður hans. Stundum gerði þetta slík veður að ferðalangar hittu ekki á bæina síðan allir gáttu þá verið á kafi í Fönn. Varð mannu stundum það á í blindunni að ganga hjá bæjum. Þá gátu örfá skref, nú eða hundurinn á heimilinu eða lítil ljóstýra í glugga skilið milli lífs og dauða. Það var veturinn 43, þá þurftum við náttúrulega á skóla eftir áramót, því við fórum 43. Og þá fór pabbi með, þá áttum við verið í Merki á Jökuldal. Og það var hlák og fínt veður, pabbi fór með okkur á Njármótsarsel og þetta var fínt veður. En í bakaleiðinu fara svo rosalega stórhríð á sig. En systir minn elsta var þá komin yfir fermingu og vinkona hennar frá Heiðarseli var stödd hjá henni. Og þá voru komnar þessar fjósaluktir sem hétu litla galdrakona. Áður voru bara notaða týrur. Og það heyra þegar hundurinn kemur hérna á dyrnar þegar pabbi að koma í hríðinni. En hann hitti ekki á bæinn svo hann lendir hérna fyrir. En þær bundu reip utan stelpuna, veðrið var svo vont utan stelpuna sem fór út á snjóin. Hann var ekki komið lengra, hann grilti í ljósið. Annars veit ég ekki hvort hann hefði kannski orðið út eða haft sér til Jökuldals, menn voru undir það búnir en minn hitti ekki á bæina. Uppblástur hefur leikið Jökuldalsheiðin og Brúardali illa á undanförnum öldum. Þar var því auðvelt að finna örfoka land til uppgræðslu í stað þeirra 3200 hektara gróðurlendis sem fór undir Hálslón. Nú þegar hafin uppgræðsla á 5500 hekturum. Átakið hefur staðið allt frá árinu 2003 og það Landbótasjóður Norðurhéraðs sem stendur að verkinu, en sjóðurinn var stofnaður samkvæmt samkomulagi Landsvirkjunar og sveitarstjórnar Norðurhéraðs sem síðar sameinaðist sveitarfélögum á héraði og heitir sveitarfélagið nú einfaldlega Fljótsdalshérað. Það bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs sem kýs sjóðnum stjórn, en fagnefnd skipuð fulltrúum frá Landgræðslu, Landsvirkjun og bændum ráðgefandi allar framkvæmdir. Stofnfé kom frá Landsvirkjun 140 milljónir króna og auk þess samþykkti Landsvirkjun að leggja fram 4 milljónir króna á ári næstu 15 árin. Fyrsta árið var dreift 50 tonnum af áburði, en síðan var bætt í og hámarki náði áburðargjöfin árin 2006 og 2007. En ráðstöfunarfé sjóðsins rýrnaði hratt í kjölfar efnahagshrunsins og einnig hækkaði áburður og þá þurfti að rifa seglin. Síðustu árin hefur einungis verið hægt að dreifa 100 tonnum. Viðbótarframlag frá Alcoa kom sér því vel, en Magnús Ásmundsson, forstjóri Alcoa á Íslandi, kom færandi hendi í Sænotarsel. Hann afhenti stjórn Landbótasjóðsins staðfestingu á styrk frá Alcoa samtals að upphæð $75.000 sem samsvarar 9 milljónum króna miðað við gengið í dag. Gjörið þið svo vel og ég vona að verði hægt að kaupa nokkur koll. Takk fyrir þetta, Magnús. Bara til hamingju með þetta frábæra stað. Samfélagssjóður Alcoa hefur styrkt ýmis samfélagsverkefni á Íslandi allt frá árinu 2003. Samtals styrkirnir komnir hátt í $0,5 milljarð króna, en hæstu framlögin hafa farið til vina Vatnajökuls þjóðgarðs sem síðan hafa úthlutað fénu í ýmis verkefni. En hvers vegna að styrkja uppgræðslu á Jökuldalsheiði og Brúardölum? Við fengum áhuga á verkefninu eins og þeir kynntu það fyrir okkur og fundum því farveg innan Alcoa. Það var bara mjög ánægilegt að geta gert það. Nú stendum við hérna við þetta mikla mannvirki sem var nú umdeilt á sínum tíma. Nú með þessari uppgræðslu verið að reyna að bæta fyrir það gróna land sem fór undir lónið. Þú ert að aka svæðið í dag, sýnist þér að þetta miði í rétt átt? Það sýnist mér. Það var held ég svona vitað að framkvæmdir eins og þessar þær geta haft bæði neikvæðar og jákvæðar afleiðingar eða neikvæð og jákvæð áhrif og það sem að menn reyna að gera að
lágmarka neikvæðu áhrifin en það má heldur ekki gleyma þeim jákvæðu sem að verða. Þetta alltaf samspil og þetta var tekin ákvörðun en mér sýnist þetta klárlega menn búin að gera hérna mjög góða hluti og náð góðum árangri meðal annars í uppgræðslunni. Margvíslegar aðferðir hafa verið notaðar við uppgræðsluna. Dráttarvélar með áburðardrifara hafa reynst stórtækastar en það sem ekki hægt að koma vélum við. Þar hefur græna herdeildin, það flokkur unglinga hjá Landsvirkjun, tekið til hendinni. Víða má sjá komna græna slíkju á áður örf og kamela og víða smátt og smátt að myndast líf og gróður á melónum. Græni liturinn sterkastur þar sem áburðargjöfin kom í sumar en liturinn gulur eða rauðgulur þar sem lengra liðið frá áburðargjöf. Hér hefur tekist að græða rofa börð en þarna var nú ásýndin önnur þegar þetta verkefni hófst. Hérna var bara leirflög en eyjan hérna sem víðigróin hérna, hún var alveg heilgró eða mestuleyti heilgróin. En landið frá henni og upp að vegslóðunum og upp fyrir vegslóðuna hérna, það voru bara leirflög. Og hvernig fóruð að því að loka börðunum? Já, það voru nú fyrst og fremst, það ger nú alltaf mest það sem að vélarnar vinna og fara Þær fóru hluta af þessu og svo voru krakkarnir að vinna með okkur hérna og það var í vestu svæðinu að voru settar lélegar heyrúllur neðan frá Aðalbóli og brú, hérna niður frá. Þeir fluttu þetta til okkar hér, bændurnir sem að voru voru eiginlega bara að taka til svona eftir nokkur ára. Það fell alltaf til einhverja fáeinar heyrúllur á jörðum svona. Og svo dustuðu þau úr þessu krakkarnir. Ég held að hvernig leiddist þér þetta ekki þegar Þú varst að starfa við þetta unglingurinn? Já, ég var með í þessu hérna á sínum tíma og þetta var nú svolítið púl, bara hörku vinna en það hrikalega gaman að koma og sjá árangurinn og afraksturinn af þessu og að þetta hafi skilað svona miklu. En ég man eftir að við fussuðum og sveigjuðum svolítið yfir lyktinni og þetta var svona, við vorum bara með kvíslar í þessu að þyrla þessu hér Var bóndinn og verkstjórinn, var hann svolítið þræla pískari? Nei, ég get nú reyndar ekki sagt að Natti frændi minn hafi farið illa með okkur, hann var nú ósköp ljúfur en við létum þetta ekki á okkur fá og þetta var bara skemmtilegt og þetta tækja á. Þú ert ekki stolt að því að sjá hvernig þetta uppgróið og víðirinn farin hér að þjóta upp? Jú, það frábært, svo sannarlega og bara yndislegt að sjá hvað hægt að gera mikið fyrir landið okkar. Án þess að það þurfa að tjalda svo miklu til. Hér menn bara búnir að vinna ötullega að þessu á nokkrum árum og hafa bara verið þolinmæðir og þolinmóðir við það og það skila sér svo sannarlega og það einstaklega ánægilegt fyrir mig að vera núna að starfa ég hjá Alcoa og við erum farin að styrkja þetta verkefni, samfélagssjóður Alcoa út í Bandaríkjunum og það bara yndislegt að geta lagt þessu góða verkefni lið. Var stelpan nokkuð góð til verka? Já, hún var ágætt að stjórna, hún var virkilega góð að stjórna. Hún sagði eiginlega krökkunum bara til í smáatriðum. En þú sjálfur, bóndinn, ekki gaman að sjá allan þennan stórkostlega árangur sem við erum búin að sjá hérna á leið? Jú, það er virkilega ánægilegt og ég hef nú haft áhuga fyrir þessu bara lengi í ára, bara fjölda ára og hef unnið að þessu heima hjá mér niður í byggð og áfram hér upp í heiðum og haft virkilega ánægju af því að bæta landið. Og ég segi bara fyrir mig að sjá Jökuldalinn í dag miðað við sem hann var þegar ég var að byrja að búa. Þetta gjörbreytt landslag gróðurfarslega séð, alveg gjörbreytt landslag. Og hér í heiðinni líka, hún hefur stórbatnað síðari ár. Hefurðu trú á því að með komandi öldum verði þetta grænt svæði? Já, ég hef fulla trú á því og sérstaklega ef að við bara leggjum ekki árar í bát og höldum áfram að vinna að þessum málum að þá held ég að við getum séð miklar breytingar hérna. Ég meina það sem búið að gera bara vísbending í þá átt.
Þegar kom inn undir Kárahnjúka var lítinn gróður að finna, en þó mátti finna þar græna gróskumikla torfu sem á sér sína sögu. Baldur Gretarsson bóndi á Kirkjubæ kunni þá sögu. Sagan á bakvið það að Arnór var á leiðinni hér inn eftir með hrossaskít í kerru sem átti að fara undir þökur inn við Kárahnjúka og hérna bilaði beislið á kerrunni og hún valt og hrossaskíturinn allur af og hérna hægra með yfir rútuna sjáum við árangurinn. Nú er staddur hérna á miðri Kárahnjúka stíflu og hérna er ég búinn að finna 2 fulltrúa frá Landsvirkjun. Mér dettur nú bara í hug að spyrja fyrst, ekki Landsvirkjunarmenn en sannfærðir það að þetta var rétt ákvörðun að byggja þessa virkjun? Já, virkjunin er komin þannig að við erum bara sáttum við reksturinn eins og hann hefur gengið fyrir sig fram að þessu. Hvernig gengur virkjunin? Er allt samkvæmt áætlun eins og sagt er? Virkjunin gengur mjög vel, já. Það er allt, má segja, samkvæmt áætlun. Það er náttúrulega ákveðin kostur að geta ekki framleitt meira þegar við sjáum fram á yfirfall. Við þyrftum kannski aðeins sterkari línur til að geta nýtt rafmagni betur eins og í ár þegar lítur út fyrir að Þórisvatn muni ekki fyllast. Þannig að hún skilar því sem að ætlast til? Já, ég held að hafi sýnt sig vel núna þetta árið, hún skilar sínu. Sýnist þér að þetta hafi verið jákvætt og heillavænlegt framfaraskref sem tekið var á sínum tíma? Já, það sýnist mér svo sannarlega því að álverið og starfsemi þess hefur mjög jákvæð áhrif á þjóðarhag og svo sannarlega líka hér á Miðausturlandi. Mér finnst það alveg óumdeilt. Það er nóg að horfa á stöðu atvinnulífs hér á svæðinu til þess að átta sig á því að þetta var heillaskref. En ég segi við þá sem að ekki voru sáttir, það breytir í sjálfsögðu núna. Þetta er til staðar, þetta er stórkostlegt mannvirki og við eigum að nýta okkur þetta. Þetta hefur skapað ákveðin tækifæri hér í þessari á og mun gera það til framtíðar og ég er sannfærður að þetta mun áfram byggja upp sterkt atvinnulíf hér og Miðausturlandi. Já, það er engin efi í mínum huga að það var rétt ákvörðun að gera þetta. En þetta er eins og segir gríðarlegt mannvirki og þetta hafði mjög miklar afleiðingar. Og ég held að með ekkert vanvirða það að tala það niður og það voru færðar fórnir. Og það er eitthvað sem skiptir máli. Það skiptir máli bæði í svona tilfinningarlega séð og náttúrulega í raun. Það var ákveðnum hagsmunum fórnað en fórnað fyrir annað sem að skiptir meira máli þegar að líður á. Og ég held að samfélagi hérna hafi hagnast gríðarlega mikið á framkvæmdunum þegar uppi staðið. Og eftir þessa stíflugerð og lónið þá var ákveðið að veita fé til þess að græða upp land í stað þess sem fór undir. Við erum búin að aðkvæða þetta svæði í dag. Hvernig sýnist ykkur hafa tekist til? Bara mjög flott. Þetta hefur virkilega skilað sér og ánægilegt að sjá hvað jarðvegurinn hefur tekið vel við sér. Að ekkert allt og mikill ábyrgðargjöf. Mjög flott. Er það kannski svolítið farið að há verkefninu að það fé sem ætlað var í þetta verkefni upphæð, það hefur rýrnað þannig að þetta er minni og minni áburður með ári hverju sem hægt er að kaupa? Já, það er náttúrulega hefur verið slemmt fyrir verkefni þegar mest var borið á 300 tonn á ári á sumri og núna á síðustu árum hafa við bara getað borið á svona 100 tonn. Náttúrulega áburðarverðið hefur hækkað það mikið og fé hefur rýrnað. Kannski það sem að hái framgangi versins að hafa ekki meiri fjármuni úr að spila? Já, það er náttúrulega, við þyrftum að hafa meira fjármagn til þess að bara fylgja líka eftir þeim svæðum sem er búið að taka. Nú, til þess að halda þessu áfram þá þarf náttúrulega að halda áfram áburðargjöf. Hafið þið vonir til dæmis að Landsvirkjun eða einhverjir aðrir aðilar séu tilbúnir að hlaupa undir bagga og annars hægt sé að bæta aðeins í? Já, vissulega vonum að það að Landsvirkjun komi kannski meira og betur að þessu en það skal samt tekið fram að þeir hafa komið mjög myndarlega að þessu og verið mjög gott að vinna með Landsvirkjun að þessu verkefni og þetta hefur verið afskaplega farsælt samstarf. Já, hérna innan við okkur sjáum við Hálslón, þetta gríðarlega stóra stöðuvatn sem hér er að myndast og það vantar ennþá svolítið á það sé orðið fullt. Það er ekki komið yfirfall ennþá, þannig að gljúfrin hérna fyrir neðan eru gersamlega tóm. Það er þarna varla vatnsdropa að sjá. Nú er lónið enn einu sinni að stækka og stutt í það fyllir sig og fara að koma yfirfall. Hvenær má búast við því?
Við reiknum með því að þetta verði núna í kringum mánaðamótin sem að byrjar að flæða yfir. Og þá verður jökla aftur skólplittu. Eitthvað í þá áttina, þá byrjar að renna hérna niður Jökuldalinn, það er rétt. Hvað stendur það lengi? Hvað er það mánaði tími eða lengri tími? Þetta eru svona 2-3 vikur var það á síðasta ári. Við vitum ekki alveg, það fer eftir hvernig tíðafari verður. Það hefur kólnað mikið núna undanfarið, þannig að við sjáum til. Þetta verður vonandi einhvern smá tíma. Jökulsádal var ekki árennileg hér áður fyrr á meðan hún stóð undir nafni sem Jökulsá. Hún var oftast ófær öðrum en fuglinum fljúgandi. En það var byggð beggja vegna árinnar í dalnum. Til samgöngubótar var gripið til þess ráðs að setja kláfa á ána hér og þar. Margir slíkir voru á Jökulsádal og notaðir langt fram á síðustu öld. Sá eini sem enn er nothæfur við bæinn Merki. Stefán bóndi þar sagði sögu þessa samgöngutækis sem var eina samgönguleið fólksins í Merki allt fram til ársins 1976, en þá var brúin byggð. Og að sjálfsögðu fengu ferðalangar að prófa kláin. Þeir allra köldustu fóru fyrst og þeir fóru yfir ána á ógnarhraða með baxi og látum, þannig að þeir höfðu ekki tíma þess að verða hræddir. Jæja Björn, þú ert búinn að prófa að fara yfir í því eina farartæki sem var hægt að nota til að komast yfir ána hér í gamla daga. Já. Hvernig fannst þér? Já, mér fannst það nú magna, annars fórum við svo hratt yfir að maður náði nú alla að hugsa. Það var aðalega, það fór nú allur kraftur í eða allur tíminn í að rífa sig áfram. En að hugsa sér það að það menn nota þetta farartæki í rauninni sem aðal farartæki fram til ársins 1976. Það er það stutt síðan að þetta var notað. Það er það sem manni kemur svolítið óvart. 76 er þessi brú reist. Fram til þess tíma var þetta flutningsleiði og svo vírin hér fyrir neðan, fyrir vöruflutning. Þú fór svo hratt yfir og þú hefur ekki haft tíma til að verða hræddur. Nei, ég náði bara ekkert að horfa niður í gljúrið, en þetta er í rauninni alveg magnað og ég skil ósku vel að ferðamaðurinn vilji fara þetta. Prófaði þetta? Já, það er gaman að þessu, en þetta hefur ekki verið neitt sérstaklega auðvælt eins og okkur var sagt frá þegar við vorum að flytja hér áburð yfir ána. Það var það sem meira að segja það. Næsta ferð átti að vera sérstök kvennaferð, en aðeins ein kona hafði áhuga á að svífa yfir jöklu í Merkisklofnum. Það var Dagmar Ýr Stefánsdóttir, upplýsingafulltrúi Alcoa, en hún er merkismaður í húð og hár, dóttir Stefáns Ólafssonar ferjumanns. Nú, forstjóri Alcoa gat ekki látið stúlkuna fara þetta eina og Stefán Bogi, bæjarfulltrúi, merkismaður að ætt, vildi ekki láta forstjóran fara einan með frænku sinni og þar með var allt tilbúið í næstu ferð. Jæja, þá er komið að því. Háskaferð framundan. Ég ætla að fara hérna yfir jöklu. Jöklun reyndar orðin eins og Bergvarsá í dag, ekki eins og óbyggjett eins og var í gamla daga. Ég er búinn að fá hérna ferjumann með mér. Við ætlum að láta vaða yfir á klofnum. Stefán, er engin ónota firringur í þér? Það er langt sem ég hef farið. Aha. Já, það getur verið þurrafúi í botninum. Það er ekki stórhættulegt. Jú. Okkar síðasta ferð. Getur verið þurrafúi. Jæja, látum vaða. Það getur verið þurrafúi. Þetta rennur liðugt. Svona rann hann alltaf, ég man alltaf eftir þessu hvað hann rann ljúft út á miðjuna. Svo fór að verst nýði kannski. Svo hófst erfiðið þegar komið var upp á. Það er fólk. Ferjumenn voru oft, það var ekki gott að vera ferjumaður. Nei. Ferjumenn voru oft eins og þegar var hengtur bakari fyrir smið. Já. Var þetta ekki þræla vinna að til dæmis að fara með áburð og annað slíkt? Þetta var eina samgönguleiðin sem við höfðum hérna í Merki. Já, það var svona oft frá því í október, svona sent í október fram í svona maí sem bíllinn var hérna megin. Því það voru engar samgöngur aðrar. Og þetta var eina samgöngutækið alveg fram til? Já, 76. 76? Já. Svo þegar ís kom í ána á haustin, það þótti ægilega mikið frelsi. Það var alltaf beðið eftir að ísinn kem í ána. Þá var það hlaupið yfir. Það þótti alveg léttir. Þetta var einhvern veginn svona eðlilegt. Fæddur og uppalinn við hann. Það voru allar samgöngur okkar, það byggðist allt á þessu. Og þetta var ekkert skemmtilegt tæki þannig, en aldrei voru við hrædd við hann. Ég man aldrei eftir því. Voru klámarnir eina tæki sem hægt var að nota til að komast yfir? Alveg, algjörlega. Og þessi klári er góðu lagi af því að hann var náttúrulega lengst notaður í alvöru notkun.
Hérna brúin kemur kring 76 og þá eru hinir kláfarnir löngu aflagðir. Sagði mér sögu áðan af konunni, stóru konunni. Segðu mér hann aftur. Það var náttúrulega nánast allt flutt yfir á kláfnum. Allt sem bara vantaði í það að það skiptið. Svo var föðurbróðir minn hér, við vorum hérna hinum megin við. Og það er gömul kona, mjög feillægin að koma sem ætlaði að komast yfir og koma í heimsókn. En hún þorði alls ekki við kláf þegar hún kom að og stendur hérna við vörðuna, hérna á milli steinana. Og svona togar í pilsið og er að hugsa að lyfta því og fara upp í en spyr öllu hvað sé að og hvað geti komið fyrir og hvað geti slitnað. Föðurbróðir minn var svona vanur að segja hlutina bara eins og hann fannst. Ekki sérstaklega orðvarnaður? Nei, alls ekki og sagði bara það sem hún datt í hug þegar það skiptið og eftir æðið þóf þá segir sá gamli og er höstugur: hafðu þið upp í kláfinn, við höfum flutt naut í kláfinn. Og ég gleymi aldrei, kellingin bara reif upp eins og í pilsið og stökk upp í kláfinn eins og unglingur. Og hún hafði alls ekki orð á því að hefði nokkuð skapanlut verið að ferði. Við höfum engar myndir á hann. Nei. Það voru aldrei teknar myndir, þetta þótti einhvern veginn, þetta var svo eðlilegt. En hérna fram á klettunum var alltaf, þegar kom fólk svona að, þá var alltaf farið hérna fram í. Sérðu hérna skútan sem kemur hérna inn. Fórum en alltaf það var ógulega þótti gott, þá gættu myndað alveg í rauninni allt reynslið. Nú er þetta komið, við erum konir yfir. Stefán, þakka þér fyrir ferðina og spjallið og ég segi bara góða ferð tilbaka.